Hæ og velkomin á þessa kynningu fyrir þáttakendur í akstursíþróttum á Íslandi. Markmið kynningarinnar er að skýra fyrir keppendum og öðrum áhugasömum hvernig keppnirnar verða til, hvernig þær fara fram og það helsta sem þáttakendur þurfa að vita til að þáttakan verði öllum ánægjuleg og örugg. Það fyrsta sem við skoðum er hvaða lög og reglur gilda akstursíþróttir á Íslandi. Í íslensku umferðarlögunum eru ákvæði akstursíþróttir sem meðal annars kveða á reglugerð sem ráðherra ber að setja og verklagsreglur sem lögregla hefur sett. Af þessum lögum og reglum leiðir að akstursíþróttir bifreiða heyra undir Akstursíþróttasamband Íslands sem starfar eftir lögum sem því hafa verið sett. Í þeim er skýrt kveðið á að rót regluverksins er það sem kallast reglubók FÍA, grunnregluverk Alþjóða Aksturssambandsins akstursíþróttir. Reglubókin sjálf hefur verið þýdd á íslensku, en henni fylgja fjölmargir viðaukar sem aðeins hafa verið þýddir að hluta. Öll reglubókin er annars aðgengileg bæði á ensku og frönsku á vef FÍA. Keppnisráð AKÍS hafa svo sett keppnisgreinareglur, hvert fyrir sína grein. Undir þeim gilda það sem kallast sérreglur, sem lýsa í smáatriðum þeim reglum sem gilda að auki hverja einstaka keppni. Þá eru tilmæli starfsmanna á keppni ígildi regluna og þeim ber að fylgja. Að auki eru svo í gildi ýmsar reglugerðir AKÍS sem þarf að þekkja og fylgja, eins og til dæmis reglugerð keppnishald, siðareglur, reglur dróna, aldurstakmörk og fleira. Regluverkið sem keppendur þurfa helst að huga að myndar í raun eins konar píramída. Efst finnum við reglubók FÍA og undir henni gilda keppnisgreinareglur fyrir hverja grein. Sérreglur gilda svo hverja einstaka keppni, ásamt skjölum sem dómnefndir gefa út. Neðst er svo að finna tilmæli starfsmanna, til dæmis keppnistjóra, sem ýmist geta verið skrifleg eða munnleg eftir atvikum. Ef við skoðum hvað liggur að baki keppnishaldinu, þá hefst það allt með stofnun framkvæmdanefndar. Hana skipar keppnishaldarinn sem er þá Akstursíþróttaklúbbur á Íslandi. Hún undirbýr keppnina, semur sérreglur hennar og dagskrá og skipar dómnefnd sem starfar sjálfstætt og hefur það hlutverk að tryggja að öllum reglum sé fylgt og bregðast við málum sem úrskurða þarf eða upp kunna að koma á meðan á keppni stendur. Þegar undirbúningi lýkur er hægt að opna fyrir skráningu keppenda á vef Akstursíþróttasambandsins og í kjölfarið geta keppendur skrá sig. Við skráningu myndast tvíhliða samningur þar sem keppnishaldari skuldbindur sig til að halda keppnina og keppandinn skuldbindur sig til að taka þátt. Báðir samþykja að fylgja öllum þeim reglum sem áður hafa verið nefndar. Væntanlegir keppendur eru hvattir til að huga sérstaklega vel að skráningafresti hverrar keppni, en hann er ákveðinn af keppnishaldaranum og getur verið breytilegur. Það er þannig í dag að fresturinn má aldrei gilda lengur en til klukkan 17 síðasta skráningardaginn. En það þarf ekki að þýða að hann gildi svo lengi. Upplýsingatafla keppninnar er vefsíða eða rauntabla, þar sem framkoma breytingar á reglum ef einhverjar eru, tilkynningar frá keppnishaldara eða starfsmönnum keppninnar, uppröðun ökutækja, öll úrslit keppninnar, tímatöku, riðla og þess háttar. Á töfluna koma líka upplýsingar kærur eða mál sem vísað er til dómnefndar og allir úrskurðir dómnefndarinnar birtast þar. Það er mjög mikilvægt fyrir keppendur að fylgjast vel með upplýsingatöflunni alla keppnina. Sérreglurnar mega ekki breytast eftir að tekið á móti fyrstu skráningu í keppni, nema með samþykki allra skráðra keppenda annars vegar eða með úrskurði dómnefndar hins vegar. Þó er Akstursíþróttasambandinu og FÍA heimilt að gera breytingar á þeim vegna öryggis. Staðsetting og gerð keppnisnúmeramerkinga kemur fram í sérreglum, keppnisgreinareglum eða reglubókinni. Það er mjög mikilvægt að fylgja þessum reglum út í ystu æsar þar sem réttarmerkingar eru mikilvægt atriði þegar kemur að því að liðka fyrir keppnishaldinu og geta verið öryggisatriði að auki. Þá er rétt að benda keppendum á að það gilda reglur auglýsingar í rúðum ökutækja sem ber að fylgja. Og að alltaf þarf að gæta velsæmis og fylgja almennum lögum og reglum þegar kemur að innihaldi og útliti auglýsinga á keppnistækjum.
Keppandi ber ábyrgð á öllum einstaklingum sem koma að þátttöku hans í keppninni með beinum eða óbeinum hætti. Þetta þýðir að öll brot, til dæmis aðstoðarmanna, birgja, áhorfenda sem keppandi býður til sín inn á frátekin svæði eða annað slíkt, geta haft bein áhrif á þátttöku keppandans í keppninni og í verstu tilfellum til dæmis valdið brottvísun úr keppni. Það er því gríðarlega mikilvægt að velja vandlega hverjum keppandi treystir til að tengjast sér á meðan á keppni stendur. Svo er aldrei of oft nefnt að keppendur og allir sem þeim tengjast skulu virða siðareglur og almenna mannasiði og bera virðingu fyrir náunganum öllum stundum. Gott keppnishald byggir ekki síst á því að hegðun keppenda sé ávallt til fyrirmyndar, bæði gagnvart starfsfólki og hver öðrum. Þegar á keppnistað er komið er ágætt fyrir keppendur, ökumenn, aðstoðarmenn og aðra að hafa góða hugmynd hvernig starfslið keppninar er samansett. Æðsta vald keppninar í höndum dómnefndarinnar. Hún hefur fullt og ótakmarkað umboð til að hlutast til alla þætti keppnishaldsins og ber ábyrgð á því að allt fari fram samkvæmt reglum. Stjórnandi keppninar er svo keppnistjórinn. Hann hefur sér til halds og trausts margt samstarfsfólk. Þar er fyrst að nefna öryggisfulltrúan, sem ber ábyrgð á því að framkvæmd keppni stefni ekki áhorfendum, starfsmönnum, keppendum eða tengdum aðilum í hættu. Skoðunarmaður sér keppnisskoðun allra ökutækja og búnaðar. Brautarstjóri, sem á Íslandi er oftast keppnistjóri líka, sér allt sem snýr að keppnisvæðinu. Passar að allir starfsmenn og dómarar hafi þann búnað sem þarf og stýrir verkefnum tækja eins og dráttarbíla og fleira. Staðreyndadómarar eru þeir sem dæma hvers kyns staðreyndir keppninar. Það eru til dæmis þrautadómarar í torfæru, stíl, gráðu og línudómarar í drifti, brautarverðir í kappakstri og svo mætti lengi telja. Tímaverðir sjá allt sem snýr að tímatöku. Brautaverðir fylgjast með akstri ökutækja, bregðast við hættum og eru í sambandi við keppnistjóra eða brautarstjóra á meðan á keppni stendur til að aðstoða við öryggismál, atriði sem varða aksturshegðun og fleira. Brautarverðir geta líka verið viðbragðsverðir og annast björgun komu upp slys. Pitstjóri og ræsir eru svo önnur dæmi starfsmenn keppni sem heyra undir brautar- og keppnistjóra hverju sinni. Við sumar keppnir er tilnefndur tengiliður keppenda sérstaklega. Það er þá einstaklingur eða einstaklingar sem keppendur geta leita til með mál sem þurfa úrvinnslu, spurningar framvindu keppninar eða til að gera athugasemdir ef þarf. Saman myndar allt þetta fólk eina heild sem hefur það að negin markmiði að keppnin fari fram heiðarlega, á öruggan hátt og alltaf eftir gildandi reglum. En það er einmitt mikilvægt líka fyrir keppendur að vita hvaða úrræði eru í boði þegar reynir á reglurnar. Komu upp eitthvert atvik eða aðstæður þar sem keppandi telur að ekki sé farið eftir reglum, þeim beitt rangt eða einhver brýtur á keppanda að hans mati eru ýmis úrræði í boði. Í fyrsta lagi getur keppandi snúið sér að starfsmönnum keppninar og fengi ráð, leiðbeiningar eða hjálp við að leysa úr sínum málum. Dugi það ekki, hefur keppandi ákveðin úrræði til að kæra til dómnefndar þar sem hann telur ekki rétt með farið. Kærur gilda mjög ákveðna reglur og hægt er að lesa allt það sem þær varðar í kafla 13 í reglubók FÍA. Það er mjög mikilvægt að vanda vel til verka ef það þarf að kæra eitthvað í keppninni. Kæran þarf að vera skrifleg, hún þarf að tilgreina reglur sem talið er að hafi verið brotnar og rökstuðning sem dómnefnd getur lagt mat á. Til að kæra teljist tæk fyrir dómnefnd verður að auki að ganga frá greiðslu kærugjalds, sem getur verið mismunandi eftir keppnum, en upplýsingar það er að finna í sérreglum, keppnisgreinareglum, reglubók FÍA eða í gjaldskrá Akstursíþróttasambandsins sem aðgengileg er á akis.is. Kæruna þarf svo að afhenda formanni dómnefndar, dómnefndarmanni sé formaður ekki viðlátin, keppnistjóra eða brautarstjóra, eftir því hverjir eru til staðar hverju sinni til að taka við kærunni. Niðurstaða meðferðar dómnefndar á kæru er alltaf birt á upplýsingatöflu keppninar. Lyfja- og fíkniefna misnotkun keppenda
og allra sem honum tengjast, ásamt starfsmönnum keppni gilda mjög strangar reglur. Það er mikilvægt fyrir keppendur að kynna sér vel og kynna vel fyrir öllu sínu fólki. Hvað telst lyfja eða fíkniefna misnotkun? Listinn er langur og nauðsynlegt að hafa hann í huga öllum stundum til að koma í veg fyrir brottvísun úr keppni eða aðra refsingu sem fylgt getur lyfja eða fíkniefna misnotkun í tengslu með þátttöku í akstursíþróttakeppni. Afleiðingar lyfja eða fíkniefna misnotkunar keppanda eða aðila honum tengdum geta verið mjög alvarlegar og víðtækar. Tap stiga, verðlauna og annað. Bann við þátttöku í akstursíþróttum og sektir eru meðal þeirra úrræða sem beitt gæti verið. Á vef Akstursíþróttasambandsins er að finna fræðsluefni þessu tengt undir kjörorðinu Reis trú, sem er verkefni á vegum FÍA. Á vegum mennta- og barnamálaráðherra er starfandi samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs. Til hans er hægt að leita telji einhversi hafa verið beitt ofbeldi eða misrétti í íþrótta- eða æskulýðsstarfi. Þjónusta samskiptaráðgjafa er gjaldfrjáls og nánar má lesa hana á vefnum samskiptaráðgjafi.is. Með þessum orðum lýkur þessari kynningu fyrir keppendur og tengda aðila í akstursíþróttum á Íslandi. Við óskum ykkur öllum góðs gengis á keppnistímabilinu og hvetjum ykkur til að halda áfram að kynna ykkur allt sem varðar þá grein akstursíþrótta sem þið veljið að taka þátt í. Takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að kynna þér þetta efni.